Góðan daginn, Anna Kristín heiti ég og er kennsluráðgjafi í upplýsingatækni hjá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, Flensborg og Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir það hvernig hægt er að búa til kennsluefni með því til dæmis að nota Camtasia eða Snagit eða einhver forrit sem eru ókeypis á netinu. Fyrst ætlaði ég að fara yfir uppsetningu á efninu, hvernig er best að haga sig með maður er undirbúa það sem maður ætlar að taka upp. Þetta er í aðalatriðu 3 skref, hvaða efni ætla ég að taka fyrir, búa til storyboard og taka upp. Ef þetta er upptaka af skjá þá er þetta best að vera búin að búa til glærukynninguna þannig að hægt sé að sýna hana bara beint. Ég ætla að fara yfir hvernig á að gera storyboard og til hvers á næstu glæru og síðan er það náttúrulega bara upptakan. Storyboard er það sem er kallað söguborð og þetta er notað í kvikmyndaiðnaðinum aðalega og er notað til að skipuleggja tökurnar áður en þær eru gerðar og það er mjög mikilvægt þegar verið að gera kennsluefni að gera þetta líka. Það þarf ekki að vera svo mjög fullkomið en það þarf að vera þannig að það sé búið að setja nokkurn veginn upp hvaða tökur á að gera og hversu langar þær eru. Það er sérst í fyrsta lagi þarf að verða þetta hér að sjá fyrir sér efni sem á að taka upp. Öðru lagi þá er það skipuleggja tökurnar og lengd þannig að maður standi ekki bara fyrir gefiði aðeins djöfulgangur hérna með músina að maður seti ekki bara og tali út í eitt. Maður þarf að sjá fyrir sig hérna myndræna uppsetningu og það er mjög misjafnt hvernig fólk sér hlutina fyrir sér. Sumir vilja gera hérna línulegt, aðrir vilja teikna þetta upp ramma fyrir ramma og aðrir vilja gera mind manager. Þannig þetta er bara mjög misjafnt hvernig fólk vinnur en það er mjög mikilvægt að gera allavega grófan útdrátt á því hvernig fólk ætlar að gera þetta. Því þetta flýtir mjög mikið fyrir tökunum sjálfum. Þarf að vera mynd af kynnandanum eða kennara. Eins og þið sjáu þá er ég með mynd og ástæðan fyrir því að fólk vill hafa mynd eða það er ráðlagt að hafa mynd að það er þetta með að búa til tengsl við þann sem er að tala, við kennaran. Nemandinn er þá kominn búin að fá ákveðna hugmyndum og sérstaklega á þetta náttúrulega við komum til með fjarnám. En þetta er mjög mikilvægt líka að vera með tengsl við nemendan sem maður er að tala við. Það er hægt að leika sér með myndina. Það er hægt að færa hana, ég ætla að sýna ykkur hérna eftir augnablik, þá ætla ég að sýna ykkur hvernig hægt er að setja hana í mismunandi hot til dæmis, ég ætla að setja hana hérna upp, ég ætla að setja hana í þetta hot, en yfirleitt hefur maður hana hér niðri. En það má eins og ég segi leika sér algjörlega með það. Það þarf að passa að vera ekki á stífur á myndinni. Það er hérna 3. liðurinn. Að setja ekki bara hérna alveg stjarfur, tala alveg beint, gefa ekkert af sér því að það er mjög erfitt að horfa og hlusta á þannig kynningu. Það þarf að vera aðeins, leyfa sér að vera aðeins og allt í lagi að gera smá mistök. Það er enginn að fara að horfa á þau og segja þarna mismaltur þig og eitthvað svoleiðis. Og eins og ég segi þarf myndin alltaf að vera, nei það er ekki nauðsynlegt. Sumir velja þá leið að þeir vilja hafa hana í upphafi töku og svo í lokin þegar þeir kynna glærukynninguna sína út aftur. Sumir vilja láta hann koma á 2. eða 3. hverja glæru eða eitthvað þess að þar. Eina máli er að það þarf eitthvað tíman að vera mynd. Það má líka vera ljósmynd í byrjun. Það er ekki aðalmálið en það verður að vera einhver tenging. Heimildir og tilvísanir, það er ekkert mál að vera með heimildir og vísa í annað efni. Það er hægt að setja það aftast. Vera með hérna eina glæru og þar eru allar heimildirnar. Það er líka hægt að vitna jafnóðum og þá segir maður bara samkvæmt eða eins og kemur fram í bókinni á þessari blaðsíðu eða samkvæmt Jóni Jóns að þá er þetta svona. Síðan er hægt í 3. lagi að setja heimildirnar í textan þar sem við á og það ætla ég að gera hér. Bæta inn aukaefni, til dæmis fara inn á vefslóð og ef ég fer hérna núna inn á bara pröfum hérna kennslumiðstöð Háskóla Íslands því hún stendur mér nærri. Byrjum á því að skella okkur þangað inn. Hún næri í síðuna. Og ég get farið hér og leitað að, ég ætlaði að fara að leita mér að efni hvernig ég á að gera próf og enter og þá leitar hún hérna að því hvað ég er að fara að gera. Síðan hoppa ég bara aftur yfir í kynninguna mína. Hérna, þá er ég komin aftur inn. Ég get líka sett inn ljósmyndir. Ég ætla að setja hérna ein mynd af, já, set bara mynd af sjálfur mér, er ekki langbest að setja bara myndir af sjálfur sér þegar maður er að gera eitthvað svona, eða hundinum.
Ég ætla að gera það bara til að sýningur, það er hægt að setja inn aukaefni og það er líka hægt að setja inn skjöl. Einhver skjöl þar sem að maður ætlar að segja til dæmis ef þetta væri próf eða eitthvað þess að þá gæti maður skotið í þarna inn, en þessi kynning sem ég er að tala um núna, hún er ekki gagnvirk. Það er hægt að gera þetta gagnvirkt, en það er aðeins meira mál. Hvað er myndbandi langt? Það er í raun og veru svo skemmtilegt að það er styttra er betra. Því styttra sem það er, því markvissara verður það. Og það fer saman hér magn og gæði. Þumalputtareglan er 5 til 10 mínútur. Mjög gott er að vera með 5 til 6 mínútur. Þá ertu innan þessara 10 mínútna. Fara ekki yfir 10 mínútur. Hins vegar er oft erfitt ef fólk er með fyrirlestur úr kafla að fara ekki yfir 10 mínúturnar, en þá er kannski hægt að skipta því í tvennt. Þannig að það séu 2 fyrirlestrar, því þetta auðveldar nemandanum að horfa á og muna hvar hlutirnir eru. Og önnur ástæð sem er ekki síður enginn er að horfa á langt myndband. Nemendur, alveg svo við, þeir eru ekki að fara að horfa á myndband sem er 30 mínútur eða 40 mínútur eða klukkutími. Þau finna ekkert í því, þau eru að skrolla hægri og vinstri, þannig stutt og markviss vídeó er það sem máli snýst um. Podcast eða hljóðupptökur, til hvers eigum að bjóða upp á þær? Eða er það nauðsynlegt? Nei, auðvitað er það ekki nauðsynlegt, en það getur verið ákveðin kostur fyrir nemendur að vera líka með podcast. Og til dæmis ef það er verið að nota forrit eins og Camtasia, þá er ekkert mál að gera podcast líka, þá gerir maður bara save as og þá er tilbúin hljóðupptaka. Maður er 2 mínútur lengur. Þannig að það er engin auka vinna. Ég hef ekki prófað þetta í ókeypis forritunum, þannig að ég þarf að gera það líka og sjá hvernig það virkar. En ástæða fyrir að nemendur vilja hafa podcast er svo að þá geta hlusta á þetta hver sem er. Þeir geta haft þetta í heyrnartólunum sínum í símanum og hlusta á þetta í bílum á leiðin í skólan eða strætó, og þannig þetta er eiginlega svona svolítið auka plús ef við getum boðið upp á hljóðupptökur. Upptökukerfi sem hægt er að nota, að þau eru náttúrulega eiginlega bara út um allt. Keypt kerfi eru þau sem eru svona einna ódýrust og einföldust. Nú er ég bara að tala um kerfi sem er nógu einfalt sem að geti lært á það fljótt og vel. Ég nota alltaf Camtasia, búin að nota það núna í nokkur ár og það gefur manni ákveðna möguleika. Snagit er einfaldari útgáfa af Camtasia og leið er hún náttúrulega ódýrari. Ég held að Camtasia kosti $260 eða eitthvað svoleiðis, á meðan að Snagit er á $50. Þannig að sjá að þetta aldrei munur þar á milli. En eðlilega þá býður það ekki alveg upp á það sama. En ég veit um kennara sem eru með bjóð upp á svona fyrirlestra og allavega sem nota bara Snagit. Þannig að það getur alveg dugað. Ókeypis stúdíó er út um allt. Og hér eru nokkur talin upp sem eru talin vera þau bestu á markanum í dag, og það er OBS Studio, Flashback Express og svo framvegis. Næst neðsta er Screencast-O-Matic og það er það eina sem ég hef pröfað að nota og ég þarf að pröfa það aðeins betur. Gallin við að vera með ókeypis útgáfu, sem er galli og getur líka bara verið plús, er sá að þeir eru yfirleitt með tímatakmörk og Screencast-O-Matic er til dæmis bara með 15 mínútur, það er ekki hægt að taka lengra. Og það er ágætt líka því þá þröngvarða manni til að vera með nógu stutt. Audacity er mjög gott ókeypisforrit sem ef maður ætlar að vera með podcast bara til dæmis, eða ætlar bara að taka upp hljóðupptökur, þá er Audacity mjög gott. Auðvelt að klippi því og auðvelt að taka upp. Ef maður er með ókeypiskerfi, þá þarf maður líka að vera með klippikerfi til að editera. Og hér eru 5 sem eru talin vera þau svona auðveldustu og bestu á markanum í dag, en ég þekki ekkert þeirra vegna þess að ég nota Camtasia og þar er innifalið í því er klippiforrit líka. Og þá er þetta bara komið. Nú ætla ég ekki að tala neitt meira við ykkur í dag.